Góðan daginn öllsumul og velkomin á þennan fjarfund minn hér á COVID-tímum. COVID hefur kennt okkur það að við getum ekki verið saman á fundum að ræða málefni sem að skipta okkur máli og þess vegna ég núna að prófa þetta hér í fyrsta skipti að halda slíkan fund hérna á Facebook. Nú, það þannig að ég hef nokkra hríð haft áhuga á sérstökum málefni, dánaraðstoð. Ég get nú einhverju leyti kennt mömmu minni það sem að lengi hefur haldið yfir mér ræður það að hún muni ekki vilja lifa sem hún tengt við tæki og tól og þurfi mjög mikla aðstoð til þess að lifa lífinu, þá vil hún frekar fá að fara. Og það örugglega gott að við ræðum þetta við okkar nánasta fólk það hvernig við viljum hátta okkar lífi og lífslokum. En stutt eftir að ég kom hér inn á þing árið haustið 2016 þá hafði samband við mig og aðra þingmenn Ingrid Kuhlmann. Þá var hér í heimsókn hollenskur læknir og Ingrid og þessir læknir vildu kynna það fyrir íslensku stjórnmálamönnum hvaða leið hafi verið farin í Hollandi. Í kjölfarið var stofnað hér félagsskapur, lífsvirðing og Ingrid Kuhlmann formaður þess félags. Ég fékk strax áhuga á þessu máli og vildi láta kanna það nánar hvað við gætum gert hér á þingi til að kannski þróa og þroska þessa umræðu sem mér finnst vera mjög mikilvæg dánaraðstoð. Það endaði með því að við settum nokkur saman skýrslubeiðni til heilbrigðisráðherra þar sem að við óskuðum eftir því að ráðuneytið tæki saman upplýsingar dánaraðstoð í okkar nágrannalöndum og þeim löndum sem að leyfa dánaraðstoð. Þau reyndar ekki mörg, en það eru hollenska leiðin, kannski hvað þekktust, Belgía, Luxemborg líka og Sviss. Eins hefur þetta verið leyft í Kanada, einhver ríki í Bandaríkjunum og Ástralíu. Nú ásamt mér voru það hún Hanna Katrín Friðriksson, Jón Steindór Valdimarsson, Kolbeinn Óttarsson Proppe, Björn Leví Gunnarsson, Guðjón S. Brjánsson, Hildur Sverrisdóttir, Páll Magnússon og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir sem lögðu fram þessa skýrslubeiðni og hún var samþykkt hér í þingsal með nánast í öllum greiddum atkvæðum. Það var nú samt svo að Miðflokkurinn sagðist ekki greiða atkvæði vegna þess að þeir óttast þá hvert umræðan færi. Það auðvitað ekki svo að allir þeir sem hafi greitt þessari skýrslu atkvæði sitt séu endilega hlynntir dánaraðstoð. Við tókum það skýrt fram í skýrslubeiðninni að þetta snýst í rauninni ekki það að fólk eigi nú þegar að móta sér afstöðu það hvort þau vilji breyta löggjöfinni hér á landi. En sjálf get ég sagt það, ég hef áhuga á að vinna frekar í þessu máli. Ég tel það gott að skýrslan núna komin frá heilbrigðisráðuneytinu og þar eru margar gagnlegar upplýsingar fyrir okkur. Það gott að þetta sé tekið saman á einn stað í þingskjöl það hvernig þessu háttað í nágrannalöndunum okkar, hver munurinn á löggjöfinni og hver þróunin hefur verið. En ég veit að umræðan á fleygiferð víða heim og þau lönd sem ekki hafa farið þá leið að leyfa dánaraðstoð. Umræðan hefur verið töluvert þar jafnframt. En ég hef fengið hingað til mín hana Ingrid Kuhlmann til að ræða þessi mál. Ingrid, vertu velkomin. Takk fyrir. Gaman að sjá þig hérna. Ingrid, nú það nú svolítið þér að kenna og þér að þakka líka að þessi skýrsla komin fram. Hún auðvitað segir ákveðna sögu og eins og ég segi þá finnst mér gott að þessi gögn séu þarna samantekin. Þú þekkir sérstaklega hollensku leiðina. Viltu kannski segja mér svona hver eru þín fyrstu viðbrögð? Annars vera aðeins kannski frá reynslu þinni af hollensku leiðinni svokölluðu og hvað þér finnst skýrsluna? Hollenska leiðin, ég fagna útkomu skýrslunar og vil þakka þér og hinum þingmönnum sérstaklega fyrir því að markmiðið að hér verði viðtæk, uppbyggileg, málefnaleg umræða dánaraðstoð og skýrslan á þetta stóran þátt í að það verða veruleika. Ég hef sjálf reynslu af dánaraðstoð sem aðstandandi. Pabbi minn fékk dánaraðstoð árið 2002 og reynslan af hollensku leiðinni mjög góð, þar að segja. Ég tók eftir því að þetta mjög vandað ferli, það eru mjög ströng skilyrði
Það í Hollandi til dæmis þannig, hollenska leiðin þannig að læknirinn gefur banvæna sprautu. Reyndar líka hægt að fá aðstoð í sjálfsvíg í Hollandi eins og í Sviss, en flestir velja sem sagt þessa leið að fá banvæna sprautu. Og þetta langt og strangt ferli. Einstaklingurinn þarf að vera með ráði og rænu þegar hann leggur fram beiðni. Þetta þarf að vera vel ígrunduð ósk og sjálfviljug. Það allt reynt til að tryggja að þetta sé ekki gert vegna þrýstings frá aðstandendum. Síðan það þannig að læknirinn verður að vera sannfærður að það sé engin önnur úrræði í boði. Sjúklingurinn þarf að vera haldinn óbærilegum þjáningum og það sem skiptir máli þar að það sjúklingurinn sjálfur sem getur lagt mat á það. Það engin annar sem getur lagt mat á það. Síðan mikilvægt að gæta fyllsta varfærni þegar að til dæmis lyfjablöndunin gefin og svo fer málið til þar gerðrar nefndar eftir að dánaraðstoð hefur farið fram sem leggur mat á hvort að farið hafi verið að lögum í einu og öllu. Og í ferlinu líka annar læknir sem kemur að málinu. Hann þarf að hitta einstaklinginn og leggja mat á líkamlegt og andlegt ástand hans. Þannig að þetta langt ferli en mjög vandað og allt upp á borðinu og það mjög góð tilfinning. Það þín tilfinning að eftirlitið með þessu kerfi sé gott? Hvernig hefur umræðan þróast í Hollandi það? Þetta með einhverjum hætti misnotað? Hefur fjölgunin verið meira en fólk átti von á? Hverjir eru það helst sem að nýta sér þessa aðstoð? Það sem það einmitt oft talað sem kalla á ensku slippery slope, það að segja að við missum tökin á þess, þetta bara svona byrjar á einum stað og svo bara vex þetta og vex og einmitt misnotkun, menn þeir sem eru andvígir dánaraðstoð tala oft hættuna á misnotkun. En það gaman að segja frá því að fyrsta dómsmálið í Hollandi fór fram 16 árum eftir að löggjöfin tekur gildi. Og þá var það Alzheimer sjúklingur sem satt með Alzheimer á háu stigi sem að fékk dánaraðstoð og þetta fór fyrir dóm. Þetta var fyrsta málið sem að segir okkur það að menn gæta varfærni, þetta ekki bara svona ákvörðun, það vel fylgst með þessu. Lítið tilkynnt en auðvitað það þannig að umræðan þróast í Hollandi, það auðvitað aukning frá milli 2002 og 2020 en á sama tíma þá hefur líka dregið úr sjálfsvígum. Þannig að við megum ekki gleyma því og þeir sem nota þetta helst og því þú spurðir það, í kringum 85% eru krabbameinssjúklingar, síðan kemur fólk með hjarta- og æðasjúkdóma, fólk til dæmis með lungnateppu, fólk sem með taugasjúkdóma eins og MND, það langstærsta hópurinn. Akkurat. Fólk með ólæknandi sjúkdóma. Já, og bara svo því sé til haga haldið að þá hef ég sagt að ég vilji gjarnan breyta hér löggjöfinni og ég hef horft svolítið til þessar hollensku leiðar og ég hef einmitt ítrekkað það að ég held að þetta sé leið sem við eigum að horfa á fyrir sárþjáða einstaklinga sem eru dauðvona. Og þess vegna verð ég nú að viðurkenna mín persónulega skoðun þegar það annars verið að tala dánaraðstoð og svo sjálfsvíg eða aðstoð við sjálfsvíg að það kannski vegna þess að maður þekkir því miður allt og marga sem að hafa tekið sitt eigið líf og mér finnst ekkert skilt við það þegar við ræðum sjálfsvíg og þann vanda sem við glímum við þegar sérstaklega ungt fólk eða hvað aldrei sem fólk ákveður að taka sitt líf og hins vegar fólk sem dauðvona, sárþjáð og biður að fá að deyja með ákveðinni reisn eins og það hefur oft verið kallað. Mér finnst stór munur þarna á. Í skýrslunni þá svolítið líka sýnt fram á það að þessi umræða hefur þróast og þess talaði þessa brekku sem eftir að renna sér þarna niður og hættan á því að hvert þessi umræða leiðir okkur og þá erum við kannski komin í það sem að manni finnst svolítið viðkvæmt í Hollandi og það þegar við erum að tala annars vegar fólk sem að glíma við geðsjúkdóma og hins vegar börn. Hver afstaða þín í þessum málum?
Sko, í fyrsta lagi varðandi umræðina sjálfsvíg og þetta eitt af því sem við þurfum að tala á ensku annars vegar talað physician assisted suicide sem læknisfræðileg aðstoð við sjálfsvíg en það líka talað og ég miklu hlynnari því hugtaki, það talað medical aid in dying eða MAID, það skammstafanirnar MAID og það það sem þetta snýst þetta læknisfræðilega aðstoð við að deyja því að þetta bara ekki líkt við, það ekki hægt að líkja þessu við sjálfsvíg. Þetta fólk sem með óbærilegar kvalir sem kýs að fara þessa leið, vill fá að deyja með reisn. Þannig að þetta partur af umræðinni sem við þurfum að taka. Hvað ætlum við að kalla þetta og auðvitað í skýrslunni farið í beina dánaraðstoð, óbeina dánaraðstoð og auðvitað það þannig að umræðan þróast. Þetta sem sagt lögin taka gildi í Hollandi og Belgíu 2002, Luxemborg 2009 og einmitt viðkvæmu hóparnir, þú talar geðsjúkdóma til dæmis, það sem kemur fram í hollensku lögunum að viðkomandi þarf að vera óbærilega kvalinn en það ekki talað hvort þetta þurfa að vera líkamlegir eða andlegir verkir vegna þess að til dæmis þegar fólk spurt sem hefur lagt fram beiðni dánaraðstoð og þá kemur í ljós að líkamlegir verkir eru í 7. sæti. Fólk talar líka bara andlega líðan, fólk talar skert lífsgæði, að vera upp á aðra komin og svo framvegis. Þannig að það að vera kvalinn, það á ekki bara við líkamlega kvalir, heldur líka andlega kvalir. En auðvitað, þetta viðkvæm umræða. Hvað með fólk með geðsjúkdóma? Hvað með fólk sem með heilabilun? Og hollenski læknirinn sem þú vísaðir í, sem líka framkvæmdastjóri heimssamtakanna dánaraðstoð, hann einmitt sagði, lýsti því þannig að með til dæmis fólk með heilabilun, þá þarf maður að taka, eða viðkomandi, þarf að taka ákvörðun of snemma eða 10 mínútur í 12, eins og hann orðaði það. Því leið og fólk ekki lengur með ráð og rænu, þá í raun ekki leyfilegt að veita dánaraðstoð. Börn líka, þú nefndir börnin. Börnin hollensku lögunum þá, en það aðeins öðruvísi, það ekki öðrum löndum? Jú, það náttúrulega hvert land með belgísku og hollensku lögin eru mjög svipuð, hvert land með sína útgáfu og líka bara sín skilyrði og sums staðar eins og í Kanada eru skilyrði mjög ströng og þá líka talað að þú eigir þá talað 6 mánuði, þannig að ef þú með ólæknandi sjúkdóm og þú átt bara 6 mánuði eftir ólifaða, þá fyrst kemur til greina og þetta eitt af því sem læknar eiga oft erfitt með að ákveða hvenær eru 6 mánuðir eftir og við vitum það bara, við höfum fengið að lesa og heyra sögur frá fólki sem við það var sagt að þú átt bara 3 mánuði eftir og svo bara lifir fólki 5 ár, þannig að þetta rosalega erfið ákveðun fyrir lækna. En varðandi börnin, þú nefndir börnin, auðvitað þróast umræðan, það mikil umræða til dæmis í Hollandi í dag fólk sem satt lífdaga, fólk sem jafnvel með fjölsjúkdóma, ekki bara 1 sjúkdóm, heldur jafnvel 10, tekur mikið af lyfjum og bara sátt og vill fá að fara. En í öðru lagi auðvitað með börnin, það þannig í Hollandi að til 12 ára aldurs að þá það ákvörðun foreldranna milli 12 og 16 ára og þá getur barn beðið dánaraðstoð, foreldrarnir þurfa að vera upplýstir. Eftir 16 ára þá það í raun bara ákvörðun barnsins, þannig en þetta auðvitað misjafnt eftir löndum. Þetta auðvitað partur af umræðinu sem við þurfum að taka, en umræðan þróast. Þetta kannski ekki, þegar maður skoðar hvernig þetta fer af stað í Hollandi 2002, þá þetta fyrst og fremst fólk sem sárþjáð með ólæknandi sjúkdóma sem vill fá að deyja með reisn. Akkurat. Ég tek undir það, þetta þróast og ég ítreka aftur hér það sem ég sagt í öðrum viðtölum að ég hef í mínum málflutningi og mín skoðun svo að það eigi að afmarka þetta við fullorðna einstaklinga. Og þessi tilfelli sem þú nefnir í Hollandi og þekkist líka í hinum löndum, þetta eru þetta bara alveg örfá tilfelli sem aðstæður eru með mjög sérstökum hætti. Já.
En Ingrid, nú var það reyndar hluti af skýrslubeiðninni minni að ég vildi gjarnan fá að vita hver væri afstaða heilbrigðisstarfsmanna til dánaraðstoðar. Nú, ástæðan fyrir því að við höfum séð í könnunum á síðustu árum, bæði hafi þið látið framkvæma fyrir ykkur könnun og það lá fyrir áður könnun frá Siðmennt sem sýndi verulega aukningu eða viðhorfsbreytingu meðal almennings til dánaraðstoðar. Og ef ég man rétt þá var í síðustu könnun hátt í 75% aðspurðra sem voru hlynntir dánaraðstoð. Hátt í 78 jafnvel? Já, einmitt. Þannig að stuðningurinn er orðinn mikill við þetta meðal almennings og ég viðurkenni ég vandamáli við það þegar þú ert spurður hvað þér finnst. Ég meina, það er auðvitað hægt að rökræða það út í óendanlega. En engu að síður að svo leiðir sem að ég hef hugsað mér og við höfum kannski talað hvað mest hér, þessi hollenska leið, krefst þess að heilbrigðisstarfsmaður sé þátttakandi í þessu ferli. Já. Og það leiðir sjálfsögðu að afstaða heilbrigðisstarfsmanna skiptir mjög miklu máli. Ég vildi gjarnan fá fram skoðanakönnun að heilbrigðisráðuneytið myndi beita sig fyrir slíkri könnun. Þau segja í skýrslunni að þau leggist ekki gegn slíku en hafa ekki ákveðið að ráðast í hana. Það kann að vera að ég þurfi að þröngva því hér þá aftur í gegnum þingi að fá ráðuneytið til þess að leiða slíka könnun. En ég gat þó fundið þegar ég var að undirbúa þetta mál eldri kannanir sem höfðu verið notaðar í háskólaverkefnum upp í háskóla sem sýndi vaxandi stuðning meðal heilbrigðisstarfsmanna. Hann var ekki jafn mikill og kannski meðal almennings en það voru held ég 10 ár þarna á milli kannana og hann í stuðningurinn. Síðasta könnun þetta orðin mjög gömul þannig að mér er mjög tímabært að fá að heyra afstöðu heilbrigðisstarfsmanna hér á Íslandi til þessa máls núna. Ef ég spyr þig aðeins hver telur þú vera afstaða heilbrigðisstarfsmanna nú auðvitað þegar þessi umræða rís upp þá höfum við séð greinar í blöðum og viðtöl við lækna sem að leggjast alfarið gegn þessu. Ég hef þó haft heyrt af læknum og heilbrigðisstarfsmönnum sem eru mjög hlynnt þessu. Svo eins og ég sagði að umræðan er á fullri ferð út allan heim og ég veit að systursamtök ykkar fylgjast svolítið með þessu. Hver er svona mat þitt á þróun þess hvernig afstaða heilbrigðisstarfsfólks sé til dánaraðstoðar, bæði hér á landi og í nágrannalöndum okkar? Já, þetta er góð spurning og eins og þú bendir á þá eru þessar kannanir afar gamlar frá 97 og svo 2010, það hafa 10 ár liðið. Það var mikil aukning til dæmis með að lækna 5% 97 og í 18% 2010. Ef við skoðum bara þróunina til dæmis á Norðurlöndunum, við áttum fund með systursamtökum á Norðurlöndunum síðastliðið haust og það er það þannig að í Noregi var 30% stuðningur meðal lækna árið 2019, 40% stuðningur meðal hjúkrunarfræðinga en bara 4 árum áður, 2009, þá var stuðningurinn 15% meðal lækna þannig að á þessum 4 árum eykst þetta úr 15 í 30. Í Finnlandi þar er eiginlega stuðningurinn mestur við dánaraðstoð, 46% og þetta er könnun frá árið 2013, 46% lækna styðja dánaraðstoð og 74% hjúkrunarfræðinga. Í Svíþjóð erum við bara með tölur frá árinu 2013 og þá voru það 33% sem studdu dánaraðstoð. Þannig við sjáum bæði aukningu, við sjáum líka bara mikinn stuðning við dánaraðstoð og þá sérstaklega í Finnlandi. Og þannig að það er bara orðið mjög tímabært, mjög brýnt að gerð verði könnun meðal heilbrigðisstarfsmanna og þá bæði lækna og hjúkrunarfræðinga. Þó að það sé þannig eins og í Hollandi er það bara læknirinn og það er eins í Belgíu. Það er bara læknirinn sem að má gefa banvæna sprautu en það er hjúkrunarfræðingurinn sem fær oft spurninguna, sem fær beiðni dánaraðstoð því að læknirinn auðvitað bara er að vitja sjúklinga, kemur og fer, hjúkrunarfræðingurinn er í miklu meiri, dýpri samskiptum við sjúklinginn og fær miklu oftar spurninguna. En auðvitað til að það verði tekið mark á könnuninni og sátt verði hana, að þá tel ég mjög mikilvægt að heilbrigðisráðuneytið, embætti landlæknis,
standa að könnuninni í samvinnu við Læknafélagið til dæmis og Félag íslenska hjúkrunarfræðinga. Já, vegna þess að við þurfum að fá nýjustu tölur og við þurfum líka að taka umræðuna því að þetta ekki bara einkamál lækna. En auðvitað eins og þú sagðir, læknir kemur að þessu í öllum þessum löndum, annarkvort með því að gefa banvæna sprautu eða með því að blanda lyfjum sem að viðkomandi innbyrði sjálfur eða með því, og það Oregon leiðin, þegar að læknirinn skrifar upp á banvæna lyfjablöndun sem að einstaklingurinn sækir í apótek. Í öllum þessum leiðum kemur læknirinn að þessu, þess vegna þurfum við að fá afstöðu þeirra til málsins. Akkurat, og mér svo gott þú sagðir, þetta ekki bara málefni lækna, ég held að lækna séu það alveg óumdeilt að ég held að þeir þurfi alltaf að vera hluti af þessu ferli, en ekki síður eru hjúkrunarfræðingar og aðrir umönnunaraðilar mikilvægir í þessum málum. Og ég fekk það nú fyrst þegar ég var að byrja að leggja þetta mál fram að þá komu hér umsóknir frá ýmsum aðilum. Það var sumir sem fannst við einhvern veginn ekkert eiga að ræða þetta á þinginu. Og þetta væri rætt meðal lækna og í læknasamfélaginu og það væri einhvern veginn nóg. Þessu ég hjartanlega ósammála og þess vegna hef ég líka verið mjög ánægð með þau viðbrögð sem að fjölmiðlar hafa sýnt bæði skýrslubeiðninni og núna skýrslunni og stofnun samtakanna ykkar, því að ég held að þetta sé svo mikilvægt að þetta sé rætt bara í samfélaginu. Þetta kemur okkur öllum við og það til að þroska og þróa þessa umræðu til að gera hana málefnalegri. En aðeins kannski varðandi einmitt heilbrigðisstarfsfólkið, ég tek undir það, ég held að sé mikilvægt að þessi könnun verði framkvæmd og það þarf að gera hana með einhverjum hætti í samstarfi við bæði samtök lækna og hjúkrunarfræðinga. En ég hef svona aðeins heyrt út undan mér í þessari öllri umræðu að það sé ekki síður einmitt svolítið kallað eftir svona löggjöf meðal heilbrigðisstarfsmanna, þó þeir hafi kannski ekki margir þorað að koma beint fram vegna þess að þeir raunverulega fái svona beiðnir. Þurfi stundum að takast á við aðstæður sem að má velta fyrir sér hvort að stangist á við lög eða ekki. Hver reynsla þín af þessu? Ég held að það sé alveg rétt. Við auðvitað félagið okkar, við fáum sögur frá fólki sem hefur upplifað einmitt þetta, það var kannski gefið aðeins svo mikið af morfíni. Við vorum á fundi með lækninum frá Hollandi og þar tekur hjúkrunarfræðingur til máls og segir við okkur, ég sagði upp starfi mínu vegna þess að læknirinn, yfirmaður minn, hann bað mig að gefa bara aðeins svo mikið af morfíni. Það sem vandamálið þetta gerist bara, þetta ekki upp á borðinu, þetta gerist bara svona, það ekkert skráð, það ekki hollt, þannig að ég held að það sé mikilvægt að þetta bara umræðan fari fram meðal heilbrigðisstarfsmanna, meðal almennings og bara á öllum heimilum. Ég tek eftir því og hollenski læknirinn hafði líka orð á því að við ættum kannski að tala bara meira dauðann almennt. Við tölum voðalega lítið dauðann. Eitt af því sem mér finnst til dæmis vanta í dag að við erum ekki með lífsskrá eða lífsviljaskrá. Hún var lögð niður árið 2015 og þetta var plagg sem 300 Íslendingar höfðu fyllt út. Það var auðvitað ekkert tekið til dánaraðstoð þar en þarna gat maður gefið til kynna í fyrsta lagi hvort maður vildi gefa líffæri sem alltaf komið í lög núna eða við erum komið upplýst samþykki og í öðru lagi líka varðandi meðferð við lífslok, viltu til dæmis endurlífgun og svo framvegis. Og þetta eitt af því sem bara vantar hér og þetta væri svo auðvelt í dag með heilsuveruna. Þetta getur verið rafrænt. Ein af þeim ástæðum fyrir því að þessi lífsskrá var lögð niður árið 2015 var að þessi gögn voru bara til á pappír og bara aðgengileg á skrifstofutíma landlæknisembættisins sem var milli 8 og 3. Þannig að ef þú lentir í slysi klukkan korter yfir 4 þá var ekki hægt að hafa samband við embætti landlæknis og þetta ekki gott, þetta verður að vera partur af þessu. En ég hef tekið eftir í Hollandi til dæmis, þar umræðan miklu opnari, bara til dæmis sem að fer í afmælisboð eða veislu. Að þá fólk jafnvel bara að tala opinskátt dánaraðstoð og fólk spyr, þú búin að fylla út lífsviljaskrá, hvað myndir þú vilja að yrði gert og svo framvegis. Þannig ég held að umræðan þurfa að þroskast og ég segi alltaf í Hollandi tók þetta 30 ár. Já.
frá því að fyrsta dómsmáli fer í gang, umræðan byrjar og þangað til löggjöfin var samþykkt. Ég vona nú að þetta taki ekki 30 ár hér á Íslandi, en það sjáum við bara jafnvel á Írlandi, sem nú svona íhaldssamt land og bara fyrir stuttu þá var þungunarrof leyft. Nú umræða að fara löggjöf dánaraðstoð, þannig að umræðan á fleygiferð og ég held að það sé bara mjög mikilvægt fyrir okkur sem samfélag að allir taki þátt í umræðinni, ekki bara læknar. Akkurat. Tek undir það og þetta góð ábending hjá þér, vandi lífskrána. Ég nú kannski sá þingmaður sem hefur töluvert verið að fjalla dauðann því ég líka með frumvarp það að gefa auki frelsi þegar kemur að því að dreifa sem sagt ösku. Já, frábært. Þannig að ég held að þetta skiptir máli að fólk tali þessa hluti og að vilji einstaklingana liggi fyrir og svo ekki síst þá að hann fái að ráða eins og kostur er. Mér langar að segja að við fengum hér spurningu frá honum Arnari Vilhjálmi Arnarsinni inn á viðburðinn. Og hann þá að velta fyrir sig hversu víðtæk ætti lögleiðing dánaraðstoð að vera að okkar mati, hversu víðferm ætti lögleiðingin að vera, af hverju og varðandi hvað. Þannig að þetta hún svolítið lengri þarna inn á skjánum inn á viðburðum en þið sjá hana þarna á skjánum svona í stuttu máli. Mér langar nú að geta þess að Arnar Vilhjálmur hefur skrifað meistararitgerð dánaraðstoð sem hann var nú svo almennilegur að deila með mér. Og ég verð að viðurkenna virkilega forvitnileg og áhugaverð lesning. Nú ég hef komið því á framfæri að ég hef verið að horfa til fullorðinna einstaklinga og ég hef verið að horfa til einstaklinga sem eru kvaldir og eru dauðvona. Það sé í rauninni það sem að eigi að ráða þessu. Þannig að þar hef ég afmarkað mitt við hvað þetta varðar. En Ingrid, vilt þú hver afstaða þín eða ykkar í lífsvirðingu þegar kemur að þessu? Ég held að við þurfum að byrja einhvers staðar og við til dæmis þegar við gerðum könnun meðal almennings núna í fyrra, 2019, eða Maskína, sáum að framkvæma þessa könnun, þá spurðum við, ertu hlynntur eða andvígur því að einstaklingur geti fengið aðstoð við að binda enda á líf sitt ef hann haldinn ólæknandi sjúkdómi og svo stóð innans við dánaraðstoð. Þannig að við erum einmitt svolítið að þrengja þetta. En hins vegar þurfum við líka að taka umræðu hvað að vera óbærilega kvalinn. Það bara líkamlegir verkir eða eru aðrar aðstæður þar sem að dánaraðstoð ætti við. Við þurfum við berum bara saman Holland og Ísland. Þá það þannig að í Hollandi deyr 80% heima og það heimilislæknirinn sem veitir dánaraðstoð. Hér á Íslandi deyr 80% inni á stofnun, þannig að það væri á spítala eða hjúkrunarheimili. Það væri þá líklega ekki heimilislæknirinn sem myndi framkvæma dánaraðstoð heldur jafnvel krabbameinslæknir eða sérhæfður læknir. Svo það hitt, við erum lítið land. Þannig að það eru sumir, veit ég, sem hafa lagt til að ætti kannski frekar að fara þá leið sem er kennd við Oregon, þar sem að fólk fær ávísun og getur sótt lyfið í apóteki og nota þegar að því finnst að sé komin tími til. Þetta líka umræða sem við þurfum að taka. Hvað hentar okkur? Hvað hentar Íslandi? Við vitum til dæmis, og þú nefndir á það er stuðningur lækna við þetta. Ég veit allavega 2 sem styðja dánaraðstoð sem eru kannski ekki tilbúin til að koma út úr skápnum eins og þeir orðaða það. Það vill ekki vera þekktur sem læknirinn sem fer og hjálpa fólki að deyja. Við erum lítið samfélag, við erum lítið land. Þannig að það eru margir þættir sem hafa áhrif og einmitt lagalega hliðin en líka siðfræðilega hliðin og læknisfræðilega hliðin. Við þurfum að taka góða umræðu. Akkurat. Ég er sammála þessu og ég tek undir það og ég hef nú sagt í þessari umræðu þetta langhlaup. Ég er alveg æfð í því og er búin að læra þolinmæði með árunum en ekki hef ég þolinmæði í 30 ár eins og lýst í hollensku leiðinni. Þannig að við skulum vona að við getum lært einmitt af þeirri umræðu sem þar hefur verið og hvað að gerast í kringum okkur og það hversu mikilvægt að við fylgjum umræðinu eftir.
Við náðum nú í rauninni ræddum við mest hollensku leiðina en það er auðvitað komið inn á ýmislegt í skýrslunni og það er auðvitað benda áhugasumum á það að skýrslan, linkur á skýrsluna er inn á viðburðinum og er auðvitað inn á síðu Alþingis. Ég er hvergi nærri hætt að fjalla þetta mál og ég treysti því að þú Ingrid og þið hjá Lífsvirðingu haldið baráttunni áfram. Nákvæmlega. Ég hef nefnt sérstaklega, þetta snúist fyrst og fremst auðvitað frelsi einstaklingsins og það að við þurfum að virða vilja einstaklingsins. Ég hef líka nefnt það sem rök að það er mikilvægt að hafa utan þetta lagaramma vegna einmitt dæmisins sem þú nefndir áðan að það gætu alls konar hlutir verið að gerast án þess að það sé beint upp á borðunum og þá sé betra að hafa utan það skýran ramma. Svo hef ég notað kannski sem þriðju rökin í þessu að dánaraðstoð er leyfð þó það sé ekki víða og það er þannig að í Sviss að þar eru margir að koma erlendis frá eða þar séu margir erlendis ríkisborgarar sem fá þessa aðstoð þar. Hún er þá þetta eingöngu í boði fyrir þá sem að hafa umtalsverða fjármuni og heilsu og styrk til þess að ferðast þangað. Og þá velti ég því upp þá ekki eðlilega að við getum boðið okkar þegnum þessa þjónustu hér innan mjög skýrs lagaramma. En Ingrid, kærar þakkir fyrir að vera með mér hérna í þessari fyrstu pröfuútsendingu og deila með okkur bæði þinni sýn, viðhorf og reynslu og ég vona að þessi umræða fái að halda áfram að þroskast og vera málefnaleg. Kærar þakkir. Það vona ég líka og takk fyrir að bjóða mér að vera með þér í þessu spjalli. Bara kanna með þetta og við höldum baráttunni áfram. Höldum baráttunni áfram, kæra þakkir, bless. Takk fyrir, bless. Takk ykkur öllum fyrir að fylgjast með.